Ég vil byrja á því að lýsa mikilli ánægju með þessa góðu mætingu og eins og ég segi, vona að þið færið ykkur innar í salinn eftir því sem hægt er, þannig að það myndist pláss fyrir þá sem enn er að koma í hús. Ég sé að enn er fólk að leggja hér fyrir utan. Það var á gamlársdag síðastliðinn sem að ég fór ásamt með varaformanni flokksins og ritara og framkvæmdastjóra að styttu Ólafs Thors við tjörnina í Reykjavík, fyrir utan rétt við ráðherrabústaðinn, og við lögðum blómsveig til þess að minnast 50 ára árstíðar hans og leið höfðum við ákveðið að efna til þessa fundar til að minnast Ólafs Thors. Ég vil bjóða ykkur öll velkomin hingað í Valhöll á þennan minningarfund Ólaf Thors, fyrrverandi formann Sjálfstæðisflokksins, forsætisráðherra, athafnamann og ærlega manneskju sem varð Íslendingum, já, andstæðingum ekki síður en samherjum, harmdauði á gamlársdag fyrir 50 árum. Ólafur var snjall ræðumaður, hnitinn í tilsvörum. Það á því afar vel við að hann hér og eftir ræði annar afburðaræðumaður sem er ekki síður þekktur fyrir orðheppni og knarpa kímnigáfu, Davíð Oddsson, fyrrverandi formaður Sjálfstæðisflokksins. Ánægður að hafa hann hér með okkur í dag. Ólafur Thors átti mikinn þátt í sameiningu borgaralegra afla undir merkjum Sjálfstæðisflokksins. Hann var formaður flokksins í 27 ár, lengur en nokkur annar, margoft ráðherra og forsætisráðherra 5 ríkisstjórna. Af þeim ástæðum einum blasir við að Ólafur Thors er einn merkilegasti stjórnmálaleiðtogi landsins. Sá tími sem Ólafur Thors var markaður frá 1892 til 1964 má tvímælalaust teljast til helsta breytinga og framfaraskeiðs í sögu íslensku þjóðarinnar. Sagt var skilið við bændasamfélag fyrri alda, útgerð skaut stoðum undir þéttbýlismyndun, þorp var borg og á nokkrum áratugum sprattu fólkið. Og það sprattu flókið, tæknivætt samfélag á mörkum hins byggilega heims. Sjálfstæðisbaráttan bar ávöxt með heimastjórn, fullveldi, sambandslögum og loks lýðveldi. Almennur kosningaréttur, stjórnskipan og flokkakerfið komust á það leyti sem Ólafur hóf afskipti sín af stjórnmálum og ekki má gleyma erlendu áhrifunum, heimsstyrjaldir, heimskreppur og helstefnur gengu yfir, heit, stríð og köld. Ísland gekk til liðs við varnarbandalag vestrænna þjóða en mátti jafnframt láta sverfa til stáls gagnvart vinaþjóðum til þess að stækka fiskveiðilögsögu. Öllu þessu varð Ólafur Thors vitni að og gott betur. Hann var lykilþátttakandi í þessari atburðarás. Það þarf ekki að kynna sér Ólaf Thors lengi til að finnast maður kannast við hann. Það gustaði svo af hann. Tilsvörin leiftrandi og maðurinn í alla staði svo eftirminnilegur að segja má að hann hafi lifað sjálfan sig. Ólafur var glæsilegur vallarsýn og öllum mönnum skemmtilegri, annálaður höfðingi en við alþýðuskap, hreinskiptinn og heiðarlegur. Hann var skjótur að átta sig á hlutunum, skjótur til svars og skjótur til aðgerða. Með öðrum orðum gætur flestum þeim eiginleikum sem góðan stjórnmálamann mega prýða. Þær lifa ekki síður litlu sögunar hann Ólaf en þessar stóru í sögubókunum. Stundum slærðum þó saman eins og í þessari sem Matthías Jóhannesson hefur haldið til haga. Á 4. tímanum nóttina 10. maí 1940 urðu blaðamenn Morgunblaðsins hernámsliðs Breta varir, þar sem herskipadeildin öslaði inn flóann. Ívar Guðmundsson, fréttastjóri, hringdi þá í Ólaf Thors og sagði honum tíðindin. Vita menn hverjir það eru, spyr Ólafur. Nei, það er ekki ljóst ennþá. Jæja, þá ætla ég að leggja mig á hina hliðina. Ef það eru Bretar, þá liggur ekkert á, en ef það eru Þjóðverjar, þá koma hvort sem er að sækja mig.
Já, þessi saga lýsir vel kímni Ólafs og æðruleysi því þetta mat var vafalaust rétt hjá honum og leið segir hún heilmikla sögu óvissu Íslendinga með heimsstyrjöldina vofandi yfir sér daginn sem hún steig á land. Ólafur var liðlega 20 orðinn einn af framkvæmdastjórum Kveldúlfs, togaraútgerðar Þórsara og eins öflugasta fyrirtækis landsins. Það var honum þó ekki nóg, pólitíkin kallaði. Ólafur var kjörinn á þing fyrir Gullbring og Kjósarsýslu og sat á Alþingi til dauða dags nær 40 ár. Ólafur var vinsæll í kjördæminu og sumum þetta mega koma þangað oftar. Einhverju sinni var Ólafur á kosningafundi í Keflavík og kom þangað síðbúinn. En þegar hann birtist í gættinni, kallaði frambjóðandi Alþýðuflokksins Guðmundur í Guðmundsson, hvað ratar ekki í kjördæminu, Ólafur? Þótt hann koma heldur seint. Nei, blessaður völd. Já, þessu dugmikla fólki eru svo stórstígar framfarir að maður kannast ekki við sig frá degi til dag. Og það þurfti ekkert að ræða það frekar Ólafur átti þann fund áður en hann hófst. Hugsjónir Ólafs Thors þekkjum við vel enn þann dag í dag en þær byggðust á sjálfstæðinu sem flokkurinn er kenndur við, forræði í eigin málum, víðsýnni, frjálslyndri og þjóðlegri umbótastefnu á grundvelli einstaklings og atvinnufrelsis. Ólafur var samt ekki bundinn á klafa hugsjóna sinna. Hann var ekki kreddufastur maður eða óbylgjarn í samningum við aðra, hvorki flokksískin sín í andstæðinga. Nei, því þó að enginn skuli efast bjargfasta sannfæringans, þá var Ólafur Thors mikill pragmatisti. Hann kunni listins mögulega og hann var reiðubúinn til þess að gera það sem gera þurfti til þess að ná fram nauðsynlegustu markmiðunum og leysa brýnustu vandamál. Góðir sjálfstæðismenn og aðrir gestir, hér erum við saman komin að minnast Ólafs Thors og heiðra minningu hans. Það gerum við kannski ekki síst með því að draga lærdóma af lífslaupri Ólafs, hvernig hann tókst á við öðruleikana af skörungskap og málafylgju, en kannski ekki sjaldnar með lipurð, handabandi og bros á vör. Ætli það veitir neitt af því á Íslandi í dag sem enn á ný stendur á tímamótum eftir umrót og óróa liðina ára, það væri þá enn neitt sem við getum þakkað Ólafi Thors fyrir 50 árum síðar. Eins og við vitum kannski sérstaklega þessi góði hópur sem hér er saman kominn og Íslendingar aðrir, þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn átt fleiri sigursæla leiðtoga. Davíð Oddsson vann hvern kosningasigurinn á fætur öðrum, bæði í borgarstjórnarkosningum og alþingiskosningum, var forsætisráðherra frá 1991 til 2004, lengst allra, og hefur það umfram mig að hafa lifað samtíða Ólaf heitnum Thors í liðlega 16 ár. Ég vil bjóða Davíð velkominn að minnast Ólaf Thors hingað upp. Ég á því skýring síðar af hverju ég er með viskiflöskuna. Þetta er ekkert að ég átti erfitt kvöld í gær. Formaður Sjálfstæðisflokksins, góðu vinir, það er mjög ánægjulegt að fá að vera með ykkur hér á þessu sérstaka tilefni og gaman að skynja hvað minningin Ólaf Thors lifir sterk í hugum okkar allra, eins og þessi miklu fjöldi sem hér mætir í hádegi sýnir okkur. Napóleon mikli taldi heppnina mikilvægasta þáttinn í tilverunni og sjálfan sig hættan undir heilla stjörnu. Hann vildi hafa þá menn næst sér sem heppnin hefði dálæti á. En heppnin er ekki handförst og sjálfsagt öruggara fyrir flesta að gera sitt til þess að heppni þeirra fái notið sín. Oft hefur verið haft á orði að það hefur verið heppni Sjálfstæðisflokksins að maður á borð við Ólaf Thors hafi verið í forystusveit hans frá upphafi og jafnframt helsti foringi Sjálfstæðisflokksins í 3 áratugi. Andstæðingum flokksins
sveið hins vegar einatt hversu öflugur flokkurinn var og hve mikla yfirburði hann hafði lengst af yfir alla aðra flokka. Þeir vísuðu gjarnan til Norðurlandana, þar sem sósíaldemókratar réðu löngum mestu. Það þótti andstæðingunum eiga að vera eins konar náttúrulögmál sem hefðu rofnað skeið á Íslandi, eingöngu vegna stjórnmálalegs sjarma Ólafs Thors. Ólafur var því eins konar gangandi óheppni íslenskra vinstrimanna árið. Það var óneitanlega gæfa hins vegar að Ólafur Thors skyldi gefa sig að stjórnmál. En það hafði á hinn bóginn ekkert með heppni að gera hvar Ólafur skipaði sér í flokk. Birgir Kjaran sagði að skoðanir Ólafs Thors væru grunnmúraðar í fáum einföldum meginatriðum. Hann var einstaklingshyggjumaður, hann var frelsispunnandi, hann hafði andúð á allri kúgun, hann var fylgjandi eignarrétti og athafnafrelsi. Þegar áhugi á stjórnmálaafskiptum vaknaði hjá Ólafi var fyrirsjáanlegt hvar hann hlaut að bera niður. Margt hefur breyst frá þeim tíma, en þýðingarmikið að geta verið sannfærður að háttaði svo til nú að hinn ungi Ólafur Thors væri að hefja stjórnmálaafskipti. Þá yrði val hans jafn sjálfsagt og áður. Í mínum huga engin vafi á því. Ólafur okkar Thors, eins og sjálfstæðismenn kölluðu hann sín á milli, féll frá fyrir hálfri öld. Það var á gamlársdag 1964. Útvarpsávarp forsætisráðherrans Bjarna Benediktssonar hafði verið tekið upp á segulband fáeinum dögum fyrr til flutnings þá kvöldið. Þegar Bjarna var greint frá því að Ólafur vinur hans væri fallinn frá, sagði hann ekki koma til álita að áramóta ávarp yrði flutt án þess að minnst væri andláts Ólafs Thors. Því voru ræstir út upptökumenn til að taka ávarpið upp á ný. Síðan hefur það verið venja, sem að mörgum hefur komið óvart og menn þekki ekki söguna, síðan hefur það verið venja að ávarp forsætisráðherra tekið upp á gamlársdag. Nýársdags ávarps forsetans hins vegar tekið upp nokkrum dögum fyrr. Ég sá Ólaf Thors nokkrum sinnum, bæði við athafnir á Austurvelli á 17. júní og eins þegar hann kom brunandi undir stýri á bjúgbifreið sinni sem sveiflaði fram og tilbaka eftir götunni Garðastrætinu, áður en var ráðherra á ný í Viðreisnarstjórninni og fékk bílstjóra og þá var akturslagið strax skaplega. Það atvikaði svo að ég spjallaði við hann stundankorn þegar Ásgeir Pétursson sýslumaður sendi mig með bréf til Ólafs á milli húsa. Móðir mín og amma og við bræðurnir höfðum fengið leigða að Víshæð að Suðurgötu 20, Hólavöllum, en húsið stendur á milli þeirrar götu og Garðastrætis og aðeins fáeinir tugir metra á milli hús Ólafs og þessa hús. Hólavelli átti Ingibjörg Guðmundsdóttir, ekkja Péturs Magnússonar, afskaplega skemmtileg kona og fjörleg, en Pétur hafði verið fjármálaráðherra, varaformaður Sjálfstæðisflokksins og einn traustasti vinur Ólafs Thors. Mér þótti völlur og Ólafi þegar hann kom niður stigann og var svona og ó. En hann gaf sér tíma til að tala við strák og ég sannfærður það að það hefði hann gert við hvern þann krakka sem senst hefði til hans. Richard, elsti bróðir Ólafs, sagði einhver tíma: þegar maður utan á landi kemur til að hefja viðskipti við okkur í Kveldúlfi, þá reyni ég alltaf að sjá svo að það verði Ólafur sem talar við mannin. Því að manninum fer strax að þykja vænt Ólaf og Ólafur mannin. Ég hafði verið alinn upp í aðdáun á Ólafi Thors, en eftir á undraðist ég mest hvernig öll mín feimni hvarf hann tók að spyrja mig mína hagi. Móðir mín og amma leituðu auðvitað fregna þennan mikilvæga fund, rétt eins og þeir hefðu nýlega hist þarna Reykjan og Gorbatsjov. Eitthvað grunaði þær að ég myndi hafa verið styrður í upplýsingagjöf við Ólaf.
Þú hefði getað nefnt að báðir afar þínir voru þátttakendur á fyrsta landsfundi Sjálfstæðisflokksins og að Davíð Langaviðinn hefði unnið fyrir þá tóstbræður í stóra húsinu á Grundarstíg og voru þeim vel söguna, sagði mamma. Jú, sagði amma. Það hefði hins vegar miklu meira viti að benda Ólaf á það að amma þín hefði verið með honum í bekk í miðbæjarskóla. En talandi miðbæjarskólann, þá var það nú svo að andstæðingar Ólafs höfðu raunar námsafrek hans stundum í pyntingu eða létu þau fljóta með þegar reynt var að draga upp þá mynd að hann hafi verið fræðilegur léttavíktamaður. Ólafur hafði fallið á stúdentsprófi í menntaskólanum og þurfti að ljúka prófinu ári síðar. Skólagangan varð ekki miklu lengri enda hneigðist hugur Ólafs til verka í atvinnulífinu. Ólafur gerði sér enga rell út af slíkum títuprjónsstungum og þótti lítið til menntahroka að koma. Hann var hins vegar áhugasamur að efla menntun og menningu sinnar þjóðar og leitaði liðveislu þeirra sem best þekktu fræðilega til við lausn þeirra verkefna sem hann fékkst við. Ein af mörgum sögum sem til af svörum á samtölum Ólafs nokkurn veginn svona. Þeir hittust við athöfn, forsætisráðherrann og biskupinn yfir Íslandi. Ólafur Thors sagði: Ég vil þér eilíflega þakklátur biskup. Og fyrir hvað forsætisráðherra góður með leyfi að spyrja? Fyrir það biskup að hafa verið í sama árgangi og ég. Því að þar með var ég bara næstlægstur og stúdentsprófurinn ekki lægstur. Að þetta biskupinn hafi við þetta tækifæri beðið Guð að hjálpa. Lífsferill Ólafs var stórbrotinn og gekk á ýmsu. Þegar hann 7 ára faðir hans gjaldþrota, fallít útgerðarmaður upp á Akranesi. Þegar Ólafur táningur faðir hans hins vegar langríkasti maður landsins. Svo Ólafur fékk mörg tækifæri sem jafnaldrar hans nutu fæstir á þeirri tíð. Systkinahópurinn stóri var löngum öflugasta stuðningslið Ólafs. Hann elskaði og dáði foreldra sína, þau mikilhæfu hjón Thor Jensen og Margréti Þorberg. Þau voru ólíkum margt en samhent mjög. Eftirfarandi samtal heyrði ég sem ungur stjórnmálablaðamaður inn á ritstjórnarskrifstofu Morgunblaðsins í Aðalstræti. Það var gæfa Íslands að Margrét skyldi koma í veg fyrir að Thor Jensen flytti til Bandaríkjanna, sagði annar ritstjóri. Það var gæfa fyrir fleiri, sagði hinn. Hvað áttu við? Ég hefði Thor fengið að fara vestur fyrir Margréti, hefði Rockefeller orðið bara næstríkasti maður landsins. Þetta er alveg ógleymanlegt. Matthías Jóhannesson sem skrifaði ævisögu Ólafs, mikið rit og vegleg, sagði að Ólafur hefði erft bestu eðliskosti beggja foreldra. Bjartsýni og hugsjónahita föður síns og raunsæi og varfærni móður sinna. En Ólafur erfði fleira. Bent hefur verið á að Ólafur hafi verið einn af þeim mönnum sem sáu lengra en aðeins það sem blasti við. Ingibjörg kona hans sagði að Ólafur hefði haft einhverja tilfinningu fyrir því hvað veri heppilegast að gera hverju sinni. Hann hæfileika hefði hann fengið frá móður sinni. Ég held að hún hafi verið forvitri, sagði Ingibjörg tengdamóður sinni. Ólafur varð öflugur stuðningsmaður og samherji Jóns Þorlákssonar í Sjálfstæðisflokknum og áður í Íhaldsflokknum. Þeir þóttu sem persónur mjög ólíkir menn. Jón verkfræðingur, snargáfaður maður, íhugull og alvörugefinn mjög, fastur fyrir ef ekki beinlínis þungur. Árni Pálsson prófessor, vinur Jóns og vinur Ólafs, orðaði það svo: Jón Þorláksson hafði allra lifandi manna mest vit á dauðum hlutum. En Ólafs sagði Árni: Það nú hægar að tala en í að komast. Að sitja inn í stofu hjá honum Ólafi Thors með viskíglasi í hendi og ætla svo að neita honum greiða. Vissulega var yfirbragð Ólafs annað en Jóns og fasið gat ekki verið ólíkara. Það kvikmyndir sem til af Ólafi sýna hversu höfðinglegur og brattur hann var. Það var ekki áunnin tilgerð.
Hann var beinlínis glaðbeittur í framgöngu og hann virtist jafnan með gleðibragði, fús til slags og stórræða og hvergi bangi. Ljósmyndir eru þessu líka til vitnis, ekki síst frásagnir samferðamenna hans. Andstæðingarnir litu hins vegar svipmikla sveiflu Ólafs hornauga, en gátu þó vart dulið aðdáun sína. Þeir reyndu sumir að festa það við Ólaf að þar færi ekki þungaviktamaður í stjórnmálum, heldur alvöru lítill galgopi, gott ef ekki hálfgerður trúður. Jónas frá Hriflu, einn frægasti foringi Framsóknar, sem forðum var öflugasti andstæðingur Sjálfstæðisflokksins, sagði það mjög eftir þetta verða að Indriði Einarsson leikskáld skyldi eignast mesta leikara landsins sem Tengdason hann Gnóla Thorsen. Gáski Ólafs og hittin og snögg tilsvör voru víðfræg og slógu andstæðingar út af laginu. En gamansemi sín og galsa notaði hann einnig til að laða menn til samstarfs og auðvelda mönnum að ná saman. Jónas Haralds var á yngri árum sínum harðsnúinn vinstrimaður en gerðist sjálfstæðismaður. Hann var bæði efnahagslegur ráðuneyti vinstristjórnar Hermanns og svo viðreisnarstjórnar Ólafs og Jónas sagði að andrúmsloftið á fundum viðreisnarstjórnarinnar hafi verið létt og skemmtileg og eins og hann orðaði það og með öllu ólíkt þeim drunga og spennu sem ætíð hafði hvílt yfir fundum vinstristjórnarinnar. Jónas sagði að sú aðferð Ólafs að látast vera að gera gamni sínu þegar hún var hvað mest alvara hafi oft vorið ágætan árangur. En jafnt vinir og stuðningsmenn sem pólitískir andstæðingar Ólafs Thors áttuðu sig á því að Ólafur var, þegar það átti við, athafnasamur alvörumaður, þróttmikil kímnigáfa hans breytti engum það þvert á móti auðvitað. Stórmenni Winstons Churchill á 150 ára árstíð þessar mundir. Fóru með sínum hætti, sönnuðu þeir Ólafur kenningunum það að stjórnmálamenn ná aðeins máli séu þeir fúllindir leiðinda púkar sem þekkja kímnigáfu aðeins af afspurn. Við vorum með sýnishorn slíku í síðustu ríkisstjórn. Þetta var ekki alveg að sagt. Það blasir samt eiginlega við. Öllum frásögnum ber saman að Ólafur Thors hafi verið skapmaður, jafnvel föðnir. Skap hans hafi með öðrum orðum þurft að fá útráð. En hann var sáttfúll. Hans helsti samstarfsmaður, vinur og eftirmaður, Bjarni Benediktsson segir þetta. Ólafur var á sinn veg ráðríkur maður og vildi fá það fram sem hann ætlaði sér og gat þá orðið þykkjuþungur ef þeir brugðust. Einkum þeir sem hann setti traust sitt á. Síst af öllu kærði hann sig að eiga jábræður í kringum sig en matsamt ósjálfrátt meira þá sem fylgdu honum en hina sem andsnúnir voru. En á engum vildi hann níðast og var allra manna sattlúsastur þegar hann taldi heilundum að mæta. Annað mál að hann kunni líka að gjalda lausung við líf. Ólafur var formaður Sjálfstæðisflokksins í 27 ár og forsætisráðherra hans áfram hríð eftir lét að formennsku. Árangur flokksins hans á öllum þessum tíma verður ekki færður Ólafi einum til tekna, en það verður heldur ekki stór biti þess árangurs af Ólafi skorinn. En þótt flokkurinn ætti alla tíð Ólafs og löngum síðar, meiri stuðning með þjóðinni en nokkur annar flokkur, var lengi vel að brattan að sækja. Kosningalöggjöfin var hálfa öldina ósanngjörn í meira lagi og stóðst engar lýðræðislegar kröfur. Framsóknarflokkurinn naut góðs af því. Eitt dæmi segir rauninni alla sögur. Árið 1931 fær Framsóknarflokkurinn 36% atkvæðanna og 23 þingmenn af 42. Hreinar meirihluti. Sjálfstæðisflokkurinn þeirra Jóns og Ólafs fær 44% atkvæða, en aðeins 15 þingmenn. Fyrir rétt sína, skapmikla lýðræði sinna, hlýtur þetta ástand hafa verið með óþolandi með öllu og fyrir þjóðina var þetta dýrkeypt. Þrátt fyrir þetta nær Ólafur að verða forsætisráðherra í samtals 10 ár tæp í 5 ríkisstjórnum, þar af 2 skammlífu minnihlutastjórnum.
Í öllum þessum stjórnum, líka minnihlutastjórnum, nær Ólafur fram mikilvægum umbótum fyrir þjóð sína og kórónar verkið á lokaspretti sínum í viðreisnarstjórnum. Smám saman tókst að lagfæra kjördæmakerfið og gera það lýðræðislegra og sanngjarnara. Enginn ráðherra á þessum tíma þekkti þarfir atvinnulífsins betur en Ólafur og hvernig gefa mátti því tækifæri til að virka þá krafta sem í þjóðinni bjó. Ólafur og Bjarni voru í forystu fyrir því að tryggja að ekki yrði hvikað í lýðveldismálinu, en andstöðuöflin voru miklu mun virkari í því máli heldur menn kjósa nú margir að viðurkenna. Ólafur beitti sér mjög í landhelgismálum og náði hvað eftir annað að leiða mál til lykta við lagni og festu í senn. Endalaust dæmi mætti nefna allt þetta. Það er næsta óverulegt hversu vitnisburðir samherja sem andstæðinga falla saman þegar persónu Ólafs er lýst. Upp úr stendur, heilsteyptur, drenglundaður maður. En leið skín alltaf í gegn hve eðliskostir Ólafs Thors voru góð blanda fyrir stjórnmálamannin Ólaf Thors. Einn nánasti ráðgjafi ráðherra Viðreisnar var Jóhannes Nordal, faðir hennar Ólafar okkar hér. Hann segir við ævisöguritarann Matthías að Ólafur Thors hafi vissulega geta verið harður í horn að taka, en hann hafi verið óvenju næmur fyrir því hvernig mönnum leið í návist hans. Ef hann særði einhvern óvart með athugasemdum sínum, var hann fljótur að bæta úr því með 1 eða 2 setningum. Jóhannes sagði jafnframt að Ólafur hefði lagt mesta vinnu allra stjórnmálamanna sem hann hefði starfað með í að kynna sér skýrslu til hlítar. Hann hafi verið mikill vinnuþjarkur, sérstaklega töluglöggur og með afbragðsgott minni. Og Jóhannes bætti við: hann tók allt sem hann fjallaði föstum tökum. Ég tel hann mesta stjórnmálamann sem ég hef átt samstarf við og þann stjórnmálamann sem ég þótti vænstum sem mannesk. Fyrir allmörgum árum vorum við ástríður í opinberri heimsókn í Danmörku og sátu þá boð í höllu drottningar. Hinn bordamenn mín þar í höllinni var þá Ingrid ekkjudrottning, Friðriks 9. Ekkjudrottningin sagði við mig að eins og ég sjálfsagt vissi, hefði hún á langri ævi víða farið og hitt marga stórmerka menn. Ég hef lengi verið sannfærð það, sagði drottningin, að einn í þessum hópi hafi borið af sem skemmtilegasti maðurinn sem ég hafi nokkru sinni hitt. Ég veit ekki hvort þér þekkið til hans, en hann var, eins og þér, íslenskur forsætisráðherra og hét herra Thors. Þá er komið að föstunni. Þegar ég var kjörinn formaður Sjálfstæðisflokksins, svona ekki alveg átakalaust ef ég man rétt, 10. mars 1991, og kom þreyttur og glaður heim til mín, og þá stóð viskiflaska, þessi viskiflaska, á borðinu mínu. Og þó ég sé nú ekki óreglusamari heldur og gerist og gengur mitt fólki, má það ekki frétta þá eða svo er. Að þá myndu nú ekki viskiflöskur lifa yfirleitt svona lengi, eftir þessi hefur gert. En það er ástæða fyrir því. Ég fekk bréf, þegar ég opnaði þessa flösku, ég sá ekki verið neitt öðruvísi, og hún hefði kannski getað lent inn í geymslu til að byrja með, en ég fannst það örlítið öðruvísi laginu svo ég opnaði það. Skoðan, þá var inn í henni þetta gulnaða bréf, sem nú er. Og þar stendur, þetta setur gleði. 10. mars 1991. Þeir deildu það vinirnir Pétur Magnússon, dóttir hans er nú hérna. Standu upp. Þeir deildu það vinirnir Pétur Magnússon og Ólafur Thors. Hvor væri sigurstranglegri á réttum stundum. Þeir Johnny Walker eða Haig. En þeir voru sem kunnugt báðir skoskrar ættar. Var þetta eina ágreiningsmálið þeirra á milli? Allt hvað ég vissi og gaf sig hvorugur. Báðir gengu þeir vel frá sínum.
en þessi fríði ferkantur dagar þó upp í skápum pabba að leiða lokum. Nú eru brár glaðlegri en ella og ekki síður þeirra sem liðnir eru. Við þótti vænt að fá svona kveðju frá Ólafi Thors á þessari stund. Nú eru brár glaðlegri en ella og ekki síður þeirra sem liðnir eru. Skal því tappa úr hverri flösku taka. Því þótt sumir drekki sigur full og aðrir drekki sorgina, mun þó allir að lokum ganga heilir hildar til. Á förum til útlanda skálforingi með kveðju til ykkar hjóna frá okkur Stefaníu, Þór Ólafsson Thors. Og það kemur fram á flöskunni að hún hefur kostað 120 krónur í ríkinu, það er að segja 1,20. Þetta voru gamlar krónur. Og mikið óskaplega gæti maður orðið mikið fyrirbytta. Takk ykkur kærlega fyrir, þetta var gleðilegt að vera með ykkur.